Á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Í þessum þætti höldum við áfram að fjalla söfn, setur og sýningar á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Þrátt fyrir að söfnin og sýningarnar, sem eru 40 talsins, séu ólík í eðli sínum, þá eiga þau það sameiginlegt að varðveita og miðla sögu liðins tíma. Svæðinu skipt í 2 safnaklassa, þann þingeyska annars vegar og þann eyfiska hins vegar, en fyrir honum fer Kristín Sóley Björnsdóttir. Við erum í samstarfi eyfisku söfnin, þessi 22, og við hófum okkar samstarf 2005 þegar að klassasamstarfið var og hugmyndafræðin var alveg á útopnu hér allt. Og af þessum söfnum öllum, 22, þá minjasafnið Akureyri þeirra stærst með flest starfsfólk. Og undir því eru skáldahúsin 3 hérna á Akureyri og svo Gamlibærinn í Laufási. Laufás kemur við sögu skömmu eftir að Ísland byggðist og þar hefur verið kirkja frá fyrstu kristni sem og prestsetur og þar enn. Laufásbærinn stílhreinn bustabær, dæmigerður fyrir íslenska bæjagerð þess tíma en þó allmiklu stærri. Bærinn nú búinn húsmunum og áhöldum líkast því sem tíðkaðist í kringum aldamótin 1900. Hólmfríður Erlingsdóttir umsjónarmaður í Laufási og býður hún okkur velkomin í betri stofuna. Núna erum við í fínu stofunum og þessi innri stofa, þar eru 2 sem sé, innri stofan hér. Þetta var oft á tíðum svona fyrir gesti, fína gesti að gista hér inni. Og eins og þið sjáu þá hér ferðataska og hér skápur og rúm. En frammi eingöngu svona til þess að vera og drekka fín kaffi og svona. Og það til myndir að þessu skemmtilegar og þetta eru virkilega fallega stofur og enda vel uppgerðar og með mörgu af munum hér frá fyrri ábúendum. Hvað vekur svona mest athygli þeirra sem hingað koma? Ég myndi segja að erlendu gestirnir hafa mestan áhuga á byggingunni sem slíkri og þessari stóru þyrpingu húsa, hversu stórt umfang það og hvernig hleðslan á veggjónum og síðan kemur þeim líka á óvart hversu virkilega fínt eins og til dæmis hérna inn í þessum stofum. Það gerir ekki ráð fyrir því að inn í torfbæjum sé slík fínheit. Auðvitað þetta misjafnt, þetta herbyggjum, en eins og að koma hérna inn þá þetta miklu nútímalegra heldur en margir ímynda sér. Og så 1, 2, 3 små smil, og så ud og kigge stjerner. Ud og gå under himlens små lanterner. Titte til hinanden, og et lille kys måske. Det alle hjerters ABC. Minjasafnið Akureyri rekur staðinn, en þjóðminjasafnið á þetta hús sem við erum að passa að fremsta megni og erum með ferðamenn koma hér og við tökum á móti gestum milli 9 og 5 á daginn, 17. Og alla daga sumarsins, þessa 3 mánuði, júní, júlí, ágúst og síðan tökum við móti hópum utan þess. Og þetta margir sem koma hingað á sumri? Við getum trúað að væri milli 13 og 14.000 í ár og þetta auðvitað mikið af skipafarþegum sem koma hérna og ég geti trúað að það væri 80–90% erlendi gestir sem koma hér. Hvernig sér þið fyrir þér framtíð svæðisins? Ég vona sannarlega að þessi staður eigi sér framtíð mikla bara í varðveita þennan fallega bæ. Hann alveg einstakur og þegar maður tengist þessu og langar að klappa honum og þannig maður þekkir hann orðið það vel. Við erum að reyna að koma á framfæri þessum gamla tíma og þessum verkum og þar vil ég endilega minnast á hópinn Handraðan sem
sem kemur hér og hjálpar okkur og sýnir gömlu störfin og það alveg ómetanlegt. Og ekki vil ég gleyma öllum þeim sem hafa hjálpað okkur hérna í kring, sveitungunum, bændunum sem hafa komið hér að með ýmislegt. Og það bara virkilega ánægilegt af því að fólki hlýtt til þessa staðar. Viðhorf til safna og sýn á tilgang þeirra virðist hafa breyst nokkuð undanfarin ár. Í hinnu yktustu mynd má kannski segja að þau séu að breytast frá því að vera fyrst og fremst upplýsingaveita fyrir afmarkaðan hóp í það að vera skemmtileg upplifunarsöfn fyrir alla. Það var orðið gríðarlega breytingar í sýningamálum á ekkert mjög löngum tíma og það í staðinn fyrir það að varpa öllum upplýsingum bara til fólksins og það megi lesa sér til á mjög löngum textum, það var mikil áhersla lögð á það að fólk spuri sjálft sér spurningar, að hlutirnir séu fallegir og skemmtilegir og svona þannig að örvi fólk til spurninga og spurja sjálft sig og auðvitað öll fræðslustarfsemi byggir svolítið á því að fólk upplifi svolítið öðruvísi og svo náttúrulega alls konar svona lifandi viðburðir og eitthvað það sem verið að leggja áherslu svolítið á skemmtanagildi. Já, og líka náttúrulega með því að bjóða upp á viðburði, þeir eru svo ólíkir þannig að þeir ná til náttúrulega ólíkra aldurshópa og það mjög skemmtilegt og skemmtileg nálgun á þeirri fræðslu sem við veitum. Það skemmtileg upplifun að fara á safnasafnið á Svalbarðsströnd. Það alþýðulistasafn sem Magnhildur Sigurðardóttir og Níels Hafstein stofnuðu árið 1995. Fyrir utan safnið þrælmyndalegur safnvörður sem meðlimir í Huglist gerðu árið 2009 en Huglist félagsskapur geðfatlaðra einstaklinga sem taka höndum saman og skapa. Í dag 5.000 verk í vörslu safnasafnsins, þar bókstofa og ýmsar sýningar. Og það óhætt að segja að þú veist aldrei hverju þú átt von á þegar þú kíkir í heimsókn til Níelsar. Velkomin bara. Hvað að stórsast núna? Nú ég að setja í gang sýningu sem ég að verkum eða hlutum, alls konar hlutum sem ég safna svona, bæði prívat og svo fyrir safni líka á undanförnum árum. Og þetta gert þess að skemmtagestum og helst þannig að þeir færi hlæjandi út. Já. Og hérna eru tveir drengir sem ganga svona skemmtilega fram á brún en þeir eru gerðar að þeir stoppa og þeir eru líka svo vanir. Já. Og svo einna skemmtilegasti parti það þessi hérna sem að konan keypti hjálpræðisverkefni í fyrra. Gerir alltaf mikla lukku. Ég man eftir að hafa átt svona eitthvað sem að hoppaði svona. Og svo hérna verður maður að hrekkja gestina líka því að þetta fari allt á fleygiferð. Og svo náttúrulega hluti sem svona kannski meira form sem hreyfast og breytast. Og nú fara jólin að nálgast, þannig að við látum þetta bara ganga líka. Töfrum líkast. Ég tek þetta bara svona holt og boltur. Það ekkert svo sem það svolítið skemmtilegt. Þetta verður til dæmis 4 að borða saman hérna, að þá myndum við rúlla þess á milli okkar því að þá myndum við kalla rétti með saltið og piparinn. Þetta nefnilega, þú veist. Svo segulstá sem heldur í saman þannig að þetta færi ekki út. Hérna lítið tricks, þetta svona þessum hlutur sem allir eigur nota daglega vonandi. Já. Ef að gestir eru svona mjög skemmtilegir, þá gefið þeim oft svolítið svona, ekki allt í lagi hjá þér kannski. Hérna svolítið skemmtileg blekking, það eru 2 mjög ólík form, en samt sem aðra þá passar þetta inn í. Þú sér það hérna, sko. Þetta Þetta ég er búinn að mikla leið á því að sópa upp mylsn og þess að það nota hérna litla bíl. Það er svo skemmtilegt að keyra svolítið svona Getur maður bara að busta þetta. Já.
Síðan er hérna lítil dós, sem kannski sést nú ekki vel svona í. En hún þeim Eiríkur gætt að hún myndar fína hljóð, sko. Komið þetta vinnurinn á Akureyri í fyrra, það komið eiginlega sko, ég var að taka þetta upp á kassan og svona og þær komið dýrana, góðan daginn segi ég, já góðan daginn segi ég. Heyrðu, þær voru bara þjóti burt og þær komið til Brasilíu. Já. Þannig að þið sjáu það nokkuð meir. Nei. Og síðan hefur við svona lítið box og þið byrja að segja hæ, hátt og snjallt. Hæ. Og svo tökum við hérna mjög þunn stykki og leggjum hann hérna ofan á íkorfan spegil og það hefur það verkanir að þegar stykki fer aðeins niður að þá fer hann að virkja á loftið og heldur þessum svolítið áfram. Svo gefum við svolítið svona diskoblæ með því að lýsa hann upp og síðan færum við ljósið yfir á blómið sem lifnar þá við og vonandi hreyfist allan daginn. Og að svo mæltu, það bara þakka ég kærlega fyrir. Á Mánárbakka á Tjörnesi, sem er rétt austan við Húsavík, hafa hjónin Aðalgeir Egilsson og Elísabet Bjarnadóttir haft veg og vanda af uppbyggingu minjasafns. Þar tekur Aðalgeir á móti gestum og leiðir þá í gegnum safnið og segir sögumunana þar sem hver einasti hlutur hefur sína sögu. Það er nú alls staðar að þessi hlutir bara. Gefnir og sumtaði og keypti á antíkmörkuðum líka mikið. Og mörgur sem átt að fleygja bara sem við gekk að hyrða. En hvernig stóð á því að þú fórst að hyrða þetta? Þetta er bara einhver árátta frá upphafi. Það mátti aldrei henda neinu ef maður var lítill. Nei, þannig að þú hefur verið svona safnari alveg frá æsku? Það fara vel með hlutina. Já. Já, maður hefur alltaf verið einhver samkvæðsi svona. Og geturðu nefnt mér eitthvað dæmi kannski einhverja hluti hvaðan þeir koma? Er einhverju sem eru svona... Eru þeir eitthvað kærir sérstaklega hérna inni? Þeir eru svo margir kærir. Ég get nú til dæmis nefnt hérna eina könnu þessa hérna sem heitir Dröfn. Hún er skal sér frá veturhúsum í Eskifirði. Þarna sem þeir björguðu Brettónu þarna árið í stríðslokki. Þeir björguðu þarna bræður, ungir. Tveir bræður, það var ekki 14 og 16 ára eitthvað svoleiðis. Björguðu, tugum Breta þarna. Við komum skríðandi og labbandi og hann heiðinni og snarvillausu veðri hann var sett. Ég er hræddur um það, mér er ekki óskaplega sem segir vændi þessa könnu. Og eins og margar aðrar, sko, hérna er einu gullfossstellin í horninu. Þetta var handmálað til Japan og kom til landsins 1933. Það hafa verið alls konar gullfossstell og þingvallastell og skógarfossstell. Já, Kötlugosið. Já. Mér finnst Skógafoss óskaplega fallegt stell. Þetta er Stástofan. Stástofan. Já. Og er þetta Hólfríði Karls? Hófi hérna og auglýsa saltverki fyrir okkur. Já. Blessurinn Hófi. Eldspýturnar. Já, það var neitt að fyrsta sem ég byrjaði að safna, það var eldspýtustokkar. Bara þegar þú var strengur það? Já. Bara lítill ormur svona. Já. Flöskuskeyti? Já, þetta er elsta skeyti sem til hérna. Býtuð, hefur þú fundið mörg? Já, mörg. Er þetta allt úr flöskuskeytum? Já, allt úr flöskuskeytum. Til dæmis þetta hérna, þetta er Þjóðveri sem að kastaði þessu 27. júlí 2011. Flashenpost. Já, og ég fann þetta 15. nóvember árið eftir. Svo svaraði ég honum náttúrulega
skrifaði hann og sendi hann með þessar myndir hérna þar sem hann að kasta flöskunni í hafi frá þessu skemmtiferðaskipi hérna. Kom med i lunden, så spidser vi munnen og fløjter den gamle sang om kærlighed. Húsnæði safnsins hefur nú verið stækkað og byggður 3 bustabær sem nefndur Lækjarbakki og hýsir þá safnmuni sem ekki var rúm fyrir í Þórsamri. Herri, þvottavél hérna? Já. Þarftu að handsnúa þessu? Já, þú kann nú eiginlega ekkert á þetta. Sýndu mér hvernig á að gera þetta. Það er bara svona, sko, aftur og saman. Já. Gull í þessu. Ég kann ekki á þetta. Þú væri svo lengi hinsegin, góða mín. Þetta nú til dæmis þvottavélin Þörf hérna, þetta íslensk smíði. Þetta bara skikki svona aftur og fram. Sveigillin hérna niður. Já. Og þessi heiti Björg hérna, þetta önnur þvottavél. Þetta sýnir hvað íslenskan sterkt og mikið mál, Björg og Þörf. Já. Og hvað, hérna símaskráin frá 1939, ef að fletta upp á einhverjum. Það hefur verið komið símið þarna, sko. Já, já. Hérna silkibúðin í Bankastræti 12, sími 3266. Já, þá reynir að finna það númer þarna. Þá hringi ég á Húsavík, það löng og 2 stuttar. Já, og segir bara góðan daginn. Þú byrðir númeri bara, miðstöð. Góðan daginn, getur fengið samflótið 3266. Þakkaði fyrir. Það lokað. Það lokað. Má ekki bjóða þér, Karl? Þú veit að tala ég við hann eins og mann. Já, já. Þennan dreng þarna, sér tekinn. Já, já, þó þetta sé leyndarmál sjónvarpsins að það sé bara við 2 og alls engin myndatökumaður. Hérna erum við nú bara komin í... Nútímann. Nútímann. Það bara hér bil. Já. Já, við erum náttúrulega að setja þetta í gang. Virkar hann? Já, já. Svín virkar alveg. Þetta bregður maður alltaf plötu á fóninn þegar það koma gestir. Já, það ekki? Jú, þetta handbremsa hérna. Já. Og hvað plata á? Það dansk plata. Þurfum við ekki að dansa? Ég kann það ekki bara. Kanntu ekki dansa? Ég hef byrjað náttúrulega Amerikar mjög slant í þessu tilviki. Ég kann ekkert að dansa heldur. Jú. Við getum ekki dilla okkur allan svona. Við gætum það alveg. Jæja, nú segir þetta. Já. Ég var að taka í spil. Já, hvernig væri það? Hvernig væri það, já. Hvað spilum við? Já, þú mátt ráða. Þú ert gesturinn, svo þú verður að ráða. Ég ræð. Förum í Olsen. Já, það er fljótlegt. Er það ekki? Jú, ég held það. Já, maður man hann helst. Já. 3. Jú. Máttu ekki gera svona? Jú. Þetta var nú til bóta. Já, er það ekki? Já, nokkuð þá var það. Olsen. Olsen! Jæja, þarna. Þá lá ég í því. Svona. Nýtt lúk. Upplifun byggist líka á uppsetningu. Á Síldarminjasafninu á Siglufirði hefur verið hugsað út í nánast hvert einasta smáatriði til að gera upplifununa sem raunverulegasta. Anita Elefsen hittur okkur fyrir í bátahúsinu þar sem skip og bátar liggja við bryggjum og hafnarstemmingin frá því 1950 hefur verið endursköpuð. Mætti flokka Síldarminjasafni á Siglufirði sem eins konar svona viðburðasafn? Já, ég held það. Náttúrulega stramptiltekið eru við flokkur sem sjóminjasafn, en eða kannski byggðasafn, það er náttúrulega eitt að flokka okkur sem hvað sem næstum því. Það er svona stundum talað um tvennskonar söfn, svona hálfgerð fræðslusöfn og svo upplifunarsöfn. Og ég held að við getum alveg flokkað okkur sem upplifunarsöfn. Því einhvern veginn til dæmis þegar þú lappar hérna inn þá upplifiru svolítið það að standa á gamalli höfn. Og þú upplifir það svolítið hvernig það kannski var að ganga höfnina árið 1950. Og þegar þú ferð borð og kíkir niður í lúkar og kíkir inn í skápana og sér gamalt kornflex og gamlan pakka undan haframjöli,
þá svona færðu tilfinninguna kannski fyrir því hvernig það hafi mögulega verið að vera sjómaður á síldarskipi. Það er mjög skemmtilegt og ég veit ekki hvort að fólk almennt taki eftir því, kannski heimamenn, en eins og hérna í bátahúsinu eru eins og þú sér þarna og hérna stórar ljósmyndir sem var svona hálfpartinn fylla upp í hluta af veggplásinu. Þessar ljósmyndir eru allar teknar á Siglufirði og þær hafa allar sín til fjalla og þær snúa allar landfræðilega rétt. Ef það væri gluggi á veggnum þá myndur þú sjá sama fjall og er á ljósmyndinni. Þannig að þetta er eitthvað sem ekki allir myndi hugsa út í eða bara almennt hafa auga fyrir. Og þetta er svona eitt dæmi ótalmörg. Já, ótalmörg. 20 skref fram. Já, og búið að hugsa eitthvað sem að fæstir kannski fatta fyrir en að þeim bent á það. En hvað með söfnin hérna á svæðinu? Er samstarf á milli? Já, það er mjög gott samstarf. Bæði ljósmyndasafn. En samstarfið, því að þó að safnið sé safn, þá er þetta náttúrulega, þetta er ferðaþjónustufyrirtæki, þetta er menningatengt starfsemi, þetta getur verið kennsla-tengt skólum og svo framvegis. Já, það er líka skólasamstarf, fyrst þú minnist á það. Bæði hefur Menntaskólinn á Akureyri komið í nokkur ár með allan fyrsta bekk, koma 2 ára ári, bara með 100 nemendur og það er bara kennsla hér allan daginn, frá 9, ég man ekki hvort við byrjum 9 eða 10 og erum bara til 4. Og svo er hérna Menntaskólinn í Tröllaskaga, mjög gott samstarf. Bæði hafa þau verið að koma til okkar og við að fara til þeirra og vera með fyrirlestrar þar í ýmsum fögum og áfengum. Og svo náttúrulega bara grunnskólinn á svæðinu, leikskólinn á svæðinu og í rauninni bara skólar alls staðar á landinu. Við tökum á móti öllum nemendum og reynum að fræða þá eins og hægt er. Skjálftasetrið á Kópaskeri er sett upp til minningar stóra Kópaskersskjálftann sem var þann 13. janúar árið 1976 og mun hafa verið 6,3 á Richter. Hann var stærsti skjálftinn sem kom í skjálftahrinu sem var búin að standa linnulaust síðan 20. desember mánuði fyrr þegar Kröflueldar hófust. Hólfríður Halldórsdóttir upplifði sjálf skjálftann og miðlar því að reynslu þegar hún leiðir gesti í gegnum safnið. Þetta er tún í Keldunesi í Kelduhverfi. Og við sjáum hérna á þessari mynd sem er tekin úr lofti, hérna er hver fjallið á Mjósett og dökka hraunið að það sem kemur úr Kröflueldur sem stóð með lifum í tæp 9 ár. Og hér sjáum við skjálftavatnið sem myndaðist í þessum lotum. Ég segi nú þessi mynd eiginlega segja okkur af hverju heitir þetta svæði Gjástykki. Já, nákvæmlega. Þá höldum við bara áfram og hvað töldum menn hér áður fyrir að væru upptök jarðskjálfta, það er sagan af Loka úr Ásatrúnni. Loki var eins og allir vita mjög baldinn náungi og endaði með þeir tók hann og bundan hér á steina með gönnum og syni sínum og settu eiturorminn yfir, en Sigyn kona hans var mjög hlýtt til kalsins og hún hélt skál undir og hverskist þegar skálinn fylltist þá þurfti hann að fara að losa og áfram draup eitrið og þá spindi Loki svo fast allt reka á reiðiskjálfi og það töldum menn jarðskjálfta. Já. Og það sem að sagan segir að hann líki þannig til Ragnaraka þá er náttúrulega jarðskjálftar. Auðvitað. Já. Hér komum við svo inn í það sem var meira svona frásagnir fólks. Hér eru bæirnir skógar í Öxarfirði. Það þurfti að hætta búskap hérna því þarna seig land svo mikið að það fór alltaf flott. Og meðan að þessi óskup gengu yfir og þá þurfti að fara bátum yfir í Fjárhúsin til að gefa enda með að fé var flutt burtu á næstu bæi. Það er rosalegt. En hvernig er líðanin þegar maður er nýbúin að upplifa í rauninu svona mikið sjokk og vita síðan að það gæti komið aftur? Og það svo að fara heima hvað sem maður vildi eða ekki. Allar konur, börn og eldri, fullorðið fólk var flutt burtu til öryggis. Já. Og það hitti svo sá að það er svona 2,5 tíma eftir að skjálftinn ríður yfir og fólk er að byrja að flytja það, þá brestur á ekta norðaust á Stórhríð. Þeir sem ætluðu að fara sér austur á Raufarhöfn, þeir komist bara hér út á Leirhöfn á bæina, gistu þar, fóru svo daginn eftir eftir jarðýtu til Raufarhafnar og sumir tóku flugvél til Akureyrar og lentu nú allir meiri hremmingu þar því að það rétt eftir að vélin fór í lofti þá opnaðist annar hlerinn á hurðinni og það sem var bara eitt flugmaður, þá bara var enginn til að loka, svo hann skelltist alla leið til
Akureyrar. Ég aftur fór til Húsavíkur og við vorum að fara, ekki finna út í kvöld samt, þau vorum að fara Tjörnesi niður í Giljónum á gamla veginum. Það var svo blindað að ég satt með hausinn út í glugga farþegamegin til að segja bílstjóranum hvað kantýri væri mín megin og hann var með hausinn bara sín megin, við horfðum ekkert fram, við vorum horfðum til hliðana. Þetta var svona viðbót við... Þetta nú bara eins og skáldsögur. Já. En hér komum við inn í eldhús, hér svona spegilmynd fyrir og eftir skjálfta. Já. Svo menn getur svona átt að segja aðeins betur á því hvernig þetta getur litið út. Þannig að hérna bara hægt að sjá hvernig innréttingin var og hérna... Og veggurinn og innréttingin. Svo ég búin að fá skjálftahermir í. Skjálftahermi? Já. Og ég var að prófa eða? Verður maður ekki skítrættur? Og svo bara sjáum við hvernig hún lítur út þegar þú kemur út. Á, guð. Þetta eins og að vera inn í þurrkara. Ég veit hvernig hún lítur út. Ég segi að þetta nákvæmlega eins og mann væri að vera inn í þurrkara. Var þetta nokkuð svakalegt? Nei, en ég myndi ekki vilja að þetta væri heima hjá mér sem væri einhverju hlutir í kring. Nei. Þetta er kannski lítið mál þegar maður að vona því. Já, en ef þetta kæmi bara svona allt í einu. Já, það er veginn.